Það sem við erum í raun og veru að gera að hjálpa þjálfurum að ná markmiðum sínum og fylgjast með því og bæta samskipti innan milli þjálfarana og líka á milli þjálfara og leikmanna. Svo gengur þetta út á það að halda öllum ábyrgum, þannig að það getur enginn verið að segja þetta að gera eitthvað eða segja þetta að ná einhverjum markmiðum á þess að fylgjast með því og svo framvegis. Og þegar við vorum búin að vinna í þessu í dálítinn tíma, þá sáum við það að þessi hugmyndafræði, hún var fullkomin fyrir heilsubransann. Og við vorum mjög spenntir að fara inn í heilsubransann. Við stofnuðum þetta fyrirtæki hérna, það er eitthvað helt annað. Ég veit ekki hvort þið heyrðuð einhvern tímann að tala um heilsumarkaðinn. Heilsumarkaðurinn var eiginlega bara svona tilraunadýr og við ætluðum að sýna fram á hvernig þyrfti að nota, eða hvernig ætti að nota þessa hugmyndafræði fyrir kúnnana okkar. Þannig að við vorum aldrei fullkomlega sáttir við það hvernig hlutirnir voru framkvæmdir. Og það sem að gerist raun og veru búið að gerast það síðustu 3 árum er það að við erum búin að vera að ná alveg ótrúlegum árangri og það sem er kannski merkilegt við það er það að vinnan okkar hún gengur voða lítið út á það að segja fólki hvað það á að gera. Það er ekki alltaf sammála um það að fólk almennt vill ekki láta segja sig fyrir verku nema að það hafi ákveðið það sjálft. Skiljið hvað er að fara. Og svo eru bara fullt af öðrum hlutum sem að gera það verkum að fólk yfirleitt ekki að ná eða fólk nær ofta ekki árangri í svona átaksvinnu og þetta. Og ég ætla að fara aðeins betur yfir það eftir. En það sem ég langar að gera er að sýna ykkur já, þá fer ég bara í escape hérna þaðan. Þannig að það er svo mikið security í gangi. Hvað er escape? Þetta er hægri á gráa hlæðinu. Já. Og ég ætla að sýna ykkur hugbúnaðinn fyrst. Áður en að ég fer í gegnum alla punktana af hverju fólk ætti að taka þátt í þessu námskeið. Af hverju get ég ekki stækkað þetta hérna? Getur einhver svarað því? Einhver? Ég veit ekki. Nei, fyrst bara. Playa þetta í gang. Já, fyrst að playa þetta og svo setja þetta í gang. Nei, hún tekur ekki hitt. Pröfa að taka þennan bar þarna í burtu niðri. Nei, hérna, segja ég. Nei, sorry, nei. No. Svo, skipta öllum mann. Hérna sjáu þið viðmótið ef maður er að vinna í tölvunni. Hérna sjáu þið hvernig maður getur sett inn máltíðirnar sínar. Og ef maður ætlar að skrá til dæmis máltíðina sína, þá sér maður hérna til dæmis hvað maður á að brenna mikið fyrir daginn í dag eftir að maður er búinn að stilla brennslugluggann í kerfinu. Þannig að það sem maður getur farið að gera er að ná markmiði sínu fyrir daginn í dag. Það er að segja, ef maður ætlar ekki að borða meira en maður brennir, þannig léttist maður. Nú, góða við þetta þegar maður byrjar að vinna í þessum grunni sem er rosalega stór, þetta eru eitthvað 50.000 fæðategundir, og þá safnast í svona popular items glugga. Því gerir það verkum að eftir 10 daga þá er fólk orðið svona kannski 4-5 mínútur að skrá matinn sinna á dag. Og það kerfið til dæmis síðustu skammtastærðir og hérna getur maður séð allan daginn þannig að maður fær svona gott yfirlit yfir þetta. Og alltaf þegar maður situr inn þá fær maður alltaf strax feedback sem er mjög mikilvægt. Hérna sjáum við svo grunninn sem við erum að nota. Ég ætla að sýna ykkur eitt hérna þegar ég missti af því hérna í byrjun. Sjáum við hérna. Ég er búinn að vera í Bandaríkjunum í 3 mánuði og ég er smá ryðgað hérna í íslensku kynningunni. Ég datt út hérna, hérna kemur þetta. Sko, sjáum við til dæmis þetta límrit hérna. Gula línan, hún sýnir hvað maður er búinn að brenna mikið á hverju einasta degi og þetta er svona svo heimabankinn. Maður sér hvað maður er að borga út og sér hvað maður er að fá inn. Hérna sér maður svo hvað maður er að borða mikið. Þannig að ef maður borðar minna en maður brennir, kemur svona grænt svæði. Ef maður borðar meira heldur en maður brennir, þá kemur rautt svæði. Þetta er bara rauða og græna svæði inn á heimabankanum. Og ástæðan fyrir því að við ákveðum að hafa það rautt er vegna þess að langflestir sem er í okkar vinnu, þeir eru í svona þyngdarstjórnunarpælingu. Og þá gerist það að það verður til það sem er kallað net energy task. Vitið hvað maður þarf að vera mörgum hitaeiningum undir til þess að léttast 1 kíló. Nei, hugsið ykkur. Þetta er náttúrulega eitthvað sem allir eiga að vita. Það eiga allir að vita þetta. Og það veit þetta enginn, en samt er alltaf verið að telja fólki trú það. Ég horfði á fréttirnar í gær og það var sagt að 40% þjóðarinnar væri
og 20% væri sko obese, hugsið, og við kunnum þetta ekki. Þetta er alveg ótrúlegt. Þetta er ástæðan fyrir því að við erum að fara hérna út allt og segja fólki að námskeið okkar er sennilega það mikilvægasta sem að fólk getur gert sem ætlar til dæmis bara að byrja á einhvers konar heilsuöflun. Þetta eru undirstuð atriði og við kunnum þetta ekki. Þetta er eins og ég var í viðskiptum og ég skildi ekki muninn á 100 krónu seðli, sem reyndar ekki í umferð lengur, 500 krónu seðli og 5.000 krónu seðli, en ég ætlaði mér að ná árangri í viðskiptum. Skiljið þið? Þannig að til þess að léttast 1 kíló, þá þarf maður að vera 7.000 hitaeiningum undir. Vitið hvað meðalmaður brennir mikið á dag? Það er svona 2500 hitaeiningum. Ok? Ég er að sjá alls konar lausnir og dót í gangi þar sem hefur verið að telja fólki trúum það að það þurfa að vera 12.000 hitaeiningum jafnvel undir. Og nú erum við aftur komin að mjög miklu vandamáli. Það er eitt vandamál að fólk gerir sig ekki grein fyrir þessu. Annað er það er fullt af fólki sem ætlar að byrja létt þessu og gerir allt of hratt. Og vitið hvað gerist þegar fólk er kannski hættan við það að vera meira en 500 hitaeiningum undir á dag er svo að líkaminn skellir í lás, ekki bara vegna þess að hann byrjar að spara, af því að líkaminn hefur verið kóðað þannig aldir alda að við þurfum að lifa fyrst og fremst af hungursneyð. Þannig að ef við erum að tala 500 hitaeiningum, meira en 500 hitaeiningum undir, þá byrjar það að skella í lás og ekki bara það er til hormón sem að var okkur mjög, hvað var ég að segja, sem var svona mikil stuðningsmaður okkar þegar við vorum þegar forfeður okkar þurfti að lifa hungursneyðir. Það eru bara síðustu 3 kynslóðir sem kunni ekki að meta hormónið leptín. Hormónið leptín er þannig að það er metabólísk hormón sem að liggur og er tilbúið að byggja okkur hraðar upp heldur en nokkuð tíman áður þegar að maturinn kemur tilbaka. Og vitið hvað forritunin segir? Forritunin segir farðu með viðkomandi aftur upp í hámarksþyngd. En í gamla daga var hámarksþyngd sama og kjörþyngd. En í dag er búið að rugla á mælana. Þannig að leptínið fer með okkur upp í hámarksþyngd með minni brennslu heldur en þegar við vorum það síðast. Þannig að við fáum öll kílóum tilbaka og alla vinina með líka. Það er bara partískur. Þannig að þetta hérna er eina raunhæfa leiðin til þess að léttast vegna þess að þegar að fólk hugsa til skamms tíma þá tekur það mjög lélegar ákvarðanir. Og ef að markmiðið á að vera það að ég ætla að ná tökum á heilsu minni þegar kemur á mataræði, að þá þarf fólk að gera sig grein fyrir því að markmiðið má aldrei vera að léttast. Vegna þess að þá verður fókusinn þannig að við tökum inn í myndina öll quick fixin og skyndilausnirnar sem þarna úti, en þegar markmiðið verður að læra að lifa í kjörþyngd, að þá breytist allt, fókusinn þrengist mjög mikið og lausnin verður ein. Og það er að gera sig grein fyrir því hvað er, og ég er svo vanur að tala á ensku, það sem er kallað compound effect. Það er að segja uppsöfnuð tölfræði, sem enginn hérna inni eða neinstaðar, ég er að taka 5.000 manns í gegnum námskeið, það hefur enginn haft hugmynd hvað hann er staddur. Það er ekki hægt að vera það. Þannig að fólk hjá okkur er 250 hitaeiningum undir á hverjum einasta degi. Hérna, hvað er það að borða hérna? 250 hitaeiningar hverjum einasta degi. Það er svona svipað eins og að minna heldur en þessi skýrkjáfjörður, sem er 396. Það er að segja að það er þetta hérna. Og ef þið eru svona mikið undir á hverjum einasta degi, þá þýðir það að þeim eru léttast 1 kíló á mánuði. Og þá segja allir, það er alltaf lítið. En ég segi, hvaða máli skiptir það að maður léttast 20 kíló á 20 vikum eða 2 árum ef markmiðið er að vera í kjörþyngd alla ævi. Skiljið hvað er að fara? Það er líka annað sem gerist við það að maður komist í námskeið okkar, það heitir næringarvitund. Það heitir ekki næringaráðsvið. Við ætlum bara að komast í vitund það hvernig ég get verið 250 hitaeiningum undir hverjum einasta degi og samt á markmiðinu. Og það er bara mjög svipað eins og einhver sem hefur lent í miklu fjármálaóræði, fer til endurskoðanda og hann bara kennir honum á heimabankann. Þannig að ef ég er 250 hitaeiningum undir þá þarf ég aldrei að svelta mig. Og ég lifi mjög eðlilegu lífi. Ef þið farið á heimasíðuna okkar og skoðið viðtalið sem búið að taka við fólki, þá er svona típist kvót hjá fólki, já, þetta var smá strögg fyrstu 10 dagana, af því að ég þurfti að læra að
setja inn matinn og svona og eftir það þá fann ég ekki fyrir þessu. Og fólk bara róast og það hættir að hugsa í átökum. Og ég ætla að biðja ykkur um eitt, ef þið hafið ekki áhuga á því sem ég er að tala núna, þá ætla ég að biðja ykkur að sitja hérna og hugsa fólki í kringum ykkur, vegna þess að við þekkjum öll einhverja sem er að berjast í ofþyngd, við þekkjum fólk á lyfjum og við þurfum að koma þessum skilaboðum út. Af því að þetta er spurning líf og dauða. Og þegar ég gerði mig grein fyrir því í fyrsta skipti að ég var kannski út í búð og þá var að koma maður og faðma mér vegna þess að hann hefði losnað við sykursýkislyfin sín, að þá svona fór maður að átta sig á því og ég hugsaði með mér sko, ég djöfullinn að ég hélt aldrei að ég myndi enda upp í fitubransanum. Ég hafði engan áhuga á því, ég mestan áhuga á íþróttum. Og þegar maður fer að upplifa þetta þá hugsa maður með sér, ok, það er komið tími til þess að gera eitthvað. Vegna þess að alveg eins og ég horfi á ungan strák sem fær ekki góða þjálfun, það fær ekki góða menntun, þá finnst mér sorglegast að ég veit, það er að sjá fólk sem er kannski búið að vera í meðfram í 10 ár og það eina sem því vantar er bara réttur fókus. Og þetta er minnsta mál í heim. Þannig að í guðanna bænum hugsið fólki í kringum ykkur og takið við punktana og látið að vita hvað við erum að gera. Vegna þess að það er ótrúlegt að sjá meðgrunarliðið koma inn og ná árangri í Key Habits. Það er bara ótrúlegt. Eina sem við þurfum að kenna því er bara þolinmæði og við gerum það með þessu. Ég ætla að halda aðeins áfram. Hérna sjáum við grunninn í kerfinu. Og það er búið til uppskriftir, þannig að ef maður er að borða svona pottrétti og svona, þá er mjög auðvelt. Flóknu réttirnir eru einfaldastir. Svo eru sérfræðingarnir okkar, við erum með 4000 spurningar við hinu og þessu. Hluti tengdi næringu, maður fer bara upp og skrifar prótein eða D-vitamin eða eitthvað svoleiðis og þá finnum maður í grunnum öll svörin. Við erum með rosalega flott teymi hérna á Íslandi, en við erum sennilega með flottara teymi í Bandaríkjunum, vegna þess að við erum með marga bara fremstu sérfræðingum í þjálfun og næringu í Ameríku. Það er út af samböndunum okkar inn í stóri liði. Svo er æfingasafn, ég ætla ekki að tala voða mikið um það. Þannig að ég hef ekki tíma, ef þið hafið áhuga að kynna ykkur hvernig við erum að gera sömu hluti út frá þjálfun, þá getið þið bara spurt mig. Hérna sjáum við tölfræði sem tengist ekki bara hitaeiningum, heldur trefjum, D-vitaministelpur, eða að fá nóg mikið D-vitamini. Heyrðu þið umræðina hérna fyrir ári síðan? Heyrðu þið ráðlaði dagskammtar 450 international units. Svo koma sömu sérfræðingar bara aftur og segja, nei, það var einhver smá mistök, segjum sinnum 10 pluss 1000 einingar sem er tvöfaldur ráðlaði dagskammtur. Og maður hugsa, veitu, hvað er í gangi? Hverjum á maður að treysta? Maður þarf að treysta með á sjálfan sig. Og athuga, hvar er ég staddur áður maður fyrir að segja, svo kemur hver höndin upp á móti hver annari, hvað á ég að fá mikið omega eða á ég að borða omega? Einhver sænsk rannsókn sem sýnir það að maður á ekki að borða omega 3. Þetta er orðið svo pólitík. Næring, er ekki að grínast. Hérna sjáum við sérfræðingarna okkar og sáum við þarna iPhone-appið sem við erum með. Við reyndar ráðleggjum fólki að nota svolítið tölvuna til að byrja með því að hún gefur manni aðeins betri yfirsýn en þegar maður er komin á stað eftir svona fyrstu 2 vikurnar að þá er maður orðinn bara góður að henda þessu bara inn í símann sinn, Androidin eða hitt. Og við erum með má nú sjá, er ég með mín? Nei, já, ég er á þessu tölvunni. Má ég sjá. Þeir sem að koma í námskeið okkar, þeir fá þjálfara og Ísland er það yfirleitt ég. Og ef þið skiljið ekki hvernig þið skrá til dæmis til að byrja með, þá er þetta að taka mynd sem sendist bara beint inn á þennan account sem þið höfðu þarna. Og þið sáðu samskiptin sem þið eru með í þjálfarum. Þið fáðu svona vídeóskilaboð frá þjálfarum. Þannig ykkur er kennt að gera þetta, þið spyrjið eins margra spurninga og þið raunverulega þurfið. Og þetta er eitt af því sem við getum gert. Þetta er bara tekið á síma. Ég fekk þetta í fyrradag. Þetta er enda bandarískur aðili sem sendir mér þetta hérna. Og eins og ég segi, við erum með fagfólk af besta toga og þetta er allt fólkið sem við erum með og þetta er náttúrulega svolítið bandaríska glósir hugsuðu þegar við erum í Ameríku að þá get ég sagt við fólkið og þið getið farið á keyhabits.com, þá sjáum við bandarísku útgáfun okkar af þessu og þá sjáum við að okkar sérfræðingar eru bara allir að vinna með rándýrum íþróttamönnum. Þetta er eina námskeið sinna tegundar sem að fer í gegnum undirstöðatriðin og það var það sem kom mér mest óvart. Ég ætlaði mér aldrei inn í eina bransa.
En þegar ég sé það undirstöðuatriði vantar, þá er mjög mikið pláss fyrir Brynjar Karl og Key Havertz. Það bara þannig. Því að við getum aldrei náð góðum árangri ef undirstöðuatriðin eru ekki á hreinu. Á 10 dögum þá kennum við ykkur öll trikkin sem þið þurfið til þess að geta gert þetta. En þess að margir segja að þetta er skerðing á lífsgæðum. En munið það, við erum ekki yngjast. Og eftir því sem við eldumst, að þá er minna pláss fyrir mistök. Þannig að einhver sem er 30 eða er ekki orðinn 30 ára gamall, hann er bara svo krakki sem á bíl sem er í ábyrgð. Hann bara bilar og hann keyrir hann inn og kann ekki að meta alla þessa hluti. En það er ekki fyrir að bílinn fer að bila að við þurfum að kunna að meta bílinn sko. Og ég segi stundum að góð leið til þess að útskýra það hvenær við upplifum okkur gömul þegar að sko hægðirnar eru farnar að skipta okkur meira máli heldur en sixpackin sko. Fannstu ykkur þetta ekki? Fólk er aldrei kennt að nota, ég er svo alvarlegur sko, að það er ekki svona pláss fyrir smá húmor sko. Þetta er dauðans alvara, ég er alveg sammála um það. En sjáu þið hérna er net energy tala og þetta er það sem ég var að sýna ykkur á það. Það er mjög mikilvægt að kenna fólki þetta. Þetta er grunnurinn á öllu. Þú getur ekki ætlað að ná árangri í þyngdarstjórnun ef þú kunnir þetta. Miklu meira heldur en kaloríu teljari. Og ég ætla að sýna ykkur þetta æðisleg tölfræði hérna. Sjáu þetta hérna. Þetta er bandarískur hjúkrunarfræðingur. Þetta er stelpa, hérna getið þið séð á hvaða tímum hún er að fá við nærikuna. Þetta er morgnandi hjá henni og við sendum þessi report eftir því sem við sjáum þegar þið eru búin að standa ykkur vel og búin að byggja kannski 2 vikur óslitnar, þá farið þið til dæmis að fá report. Þetta gæti verið report D-vitamin eða trefjar. Og það er svo auðvelt að sjá þetta þegar maður er að borða og fær síðan tölfræðina af síðustu viku, þá fer maður að skilja þetta, þá fer maður að tengja þessar upplýsingar sem eru að dæla á mann við það sem maður sjálfur að gera. Og það er ekki fyrir þá að maður fer að öðlast þessar venjur, þessi key habits. Málið er að venja samanstendur af löngun, þekkingu og færni. Við erum með mikla löngun til þess að ná árangri. Þetta er sennilega stærsta mótífið, langlífi og góð heilsa, sammála mér. Það er stærsta mótífið. Númer 2, þekkingin er allstaðar. Það eru allir expertar, það eru allir að segja manni hvað maður á að gera. En það sem vantar er færnin. Það er færnin til þess að fara eftir þessu og mikilvægt að færnin er svo að fá feedbacki sem maður þarf til að geta ná árangri fyrir einhverju degi. Án þess að sjá líkamlegan skilji hvað að fara. Af því að ef ég létti 1 kíló á mánuði, haldi ég sé að fara að sjá árangur. Nei, og hvað gerir fólk? Það tekur upp kjöthamarinn og lemur á litlu bólinni þegar það stinga á honum í títuprjónu. Af því að þetta er ekkert mál. Okay? Hérna sjáu þið til dæmis hvað hann er að fá mikið af næringu á hverju einasta degi og sjáu þið þetta. Þetta er þetta tekið úr bandaríska grunninum, ég bara varð að sýna ykkur þetta. Þetta sé ég endalaust. Þessi stelpa er að léttast 1 kíló á mánuði og sjáu þið drasli sem hún borðaði. Hún sagði mér það að hún hefði fengið thyroid. Hún hefði fengið krabbamein í skjaldkirtilnum. Og hún var með skjaldkirtilsvandamál. Heyrðu, hún er 32 ára gömul, hún er svo unglingur, hún étur drasl og léttist. Og læknirinn hennar er búinn að vera að segja við hennar, já þetta er þvílíkt vandamál. En haldið að læknirinn hennar viti hvað hann er að gera hverju einasta degi? Nei. Þegar hún sá þetta, þá sagði hann þá fékk ég e-mail og það var eitthvað svona, þú veist, I might be the most stupidest person on earth. Bara, ég skil þetta. Og þetta er data sem dæmir ykkur ekki. Það er enginn að segja ykkur hvort það er rétt eða rangt fyrir ykkur. Þetta er bara spurningu það að þið horfið á þetta og segir, er ég sáttur við það að 138 hitaeiningar á meðal á dag komið frá einhverju coffee, cocoa, mokka powder? Er ég sáttur við það? Og hugsið ykkur, hún bara gerði sér ekki grein fyrir sig. Það var enginn til þess að halda henni ásetri þegar hún valdi það að fá sér coffee, cocoa með mokka og hvað þetta heitir saman. Sjáu þetta, við kunnum að þjálfa þetta og það er það sem ég kann. Og þetta er mjög mikilvægt. Ef fólk á að skuldbinda sig, þá þarf það að vera þeirra frumkvæði. Og við erum algjöru snillingar þegar kemur þessu. Vegna þess að við segjum fólki aldrei hvað það á að gera. Stórkostlegt. Það bara fær datað í andlitið. Og ég heyri allstað sem ég fer á Íslandi, þá segja menn, já, Íslendingar eru svo óþolinmóðir, lalala. Ég fer til Bandaríkjanna og þá segja menn, já, Bandaríkjamenn, þeir eru svo feitir og Bandaríkjamenn eru að segja við mig hvað Bandaríkjamenn eru feitir. Það er alveg saman hvað ég hitt. En ég get sagt ykkur það að trú mín á almenning
Þú veist, ég var sjálfsagt eins og flestir sko, 30 ára og bara fólk fífl og einstaklingarnir eru góðir. En í dag, ég hugsa bara ástæðan því að fólk nær ekki markmiðum sínum og verður vikið vegna þess að það illa skilyrt, það illa þjálfað. Og þegar fólk fær tækifæri, þá þetta bara tómur snilling. Það 92% af fólki sem fyrir gegnum námskeið hjá mér sem nær öllum markmiðum sínum. 92%! Og það að skrá rétt, skrá alltaf, þannig að datað sé rétt. Þannig að fólk byrja að ná markmiðum sínum og það geti gert þetta án minnar aðstoðar þegar þetta búið. Hugsið ykkur, ég segi aldrei hvað að gera. Og þetta tengist þessu, við höfum endalausa trú á fólki. Endalausa trú á fólki. Gildismiði þjálfun, þetta bara eins og gamla ungmennafélagsþjálfunin. Það bara þolinmæði, forsjárhyggja og dómgrind. Þolinmæðin felst í því að fólk róast þegar það fattar það getur náð markmiði sínu á hverjum einasta degi á þess að það sjáu það gerast. Þá ferðu það að róast. Forsjárhyggjan, að begin with the end in mind. Pæla í því, hvernig ætlum við að vera þegar við erum 40 og 50? Það þýðir ekki að þjálfa tvö sett af venjum. Það þýðir ekki að vera með átaksvenjur og síðan hversdagsvenjur. Og alltaf þegar ég fer úr átaksvenjunum að maður þarf alltaf að þjálfa upp hversdagsvenjurnar sína. Þetta snýst það hversu vel tekst okkur að ná árangri þegar við erum stressuð, þegar það mikil vinna og svo framvegis. Þú fær þjálfara sem hjálpar okkur með einasta degi, þú ert í beinu sambandi. Það endurgjöf á hverjum degi, þú spyrir eins oft þú vilt og þegar þú vilt og eftir námskeið að þá hægt að fá næringaráðgjöf sem kostar í Ameríku $75 frá sama næringarfræðing og veitir LeBron James næringaráðgjöf. I rest my case, Your Honor. Skiljið. Þannig að og þegar hann gefur ykkur svona feedback þá þetta allt á vídeó. Þannig að maður getur farið inn í kerfið aftur og séð þetta og svo getur maður fylgst með því hvort maður sé að ná markmiðinu sínum af því maður kann að nota kerfið. Fókusin góður og eitt sem mjög mikilvægt. Við tölum aldrei til dæmis þyngdartap. Við erum alltaf að tala frammistöðu. En þess að þyngdartap í raun og veru aukaafurð af því að standa sig vel. Við tölum aldrei það að fólki æfa til að brenna hitanum. Fólk á fyrst og fremst að æfa til að vera hamingjusamt, ná upp gleðihormónum. Ástæðan því að þið ættu að taka æfingu í hátíðinni eða taka æfingu eftir að þau búin fyrst og fremst til þess að losa sig við streituna, ná gleðihormónum upp og þá tekur maður betri ákvarðanir til dæmis eins og í matfræði og svo framvegis. Númer 1, 2 og 3. Vegna þess að þegar ég sýni stelpu sem kannski 25 ára gömul og hennar mótíf, hún nennir ekki það niður í vörkfast, það svo leiðilegt af því að hún bara að hugsa hitaeiningar sem hún að brenna. Þá sýni ég henni það, en hún heppin ef hún brennir 250 hitaeiningum á dag, eða 300 hitaeiningum á dag. Þegar ég bý til svona súlu sem 100% og ég segi, nú tekur þú æfingu hvað bætist mikið við þessa súlu sem þú brendir hérna. Og hún kannski segir 50%. Hún að segja við mig að segja 1000 hitaeiningar. Og þegar hún sér það, þetta bara 300 hitaeiningar á dag, veitir hvað gerist? Hún hættir að æfa, hún fyrir bara að hugsa aðstæður. Þá segi ég stórkostlegt. Gott sér, þú átt ekki að æfa þessum prosentum. En svo þú munt aldrei geta haldið í áfram. Það skiptir ekki eins miklu máli og að þú færir í líkamsræktina og verður að gera það sem verður skemmtilegt. Þá verður til rétt skilning. Þá maður að fara og maður hlakkar til að mæta. Þegar allt í streit og stressu, það þessi hluti sem maður þarf að fókusa á. Ekki fara inn í líkamsræktastöð til þess að brenna hitaeiningu. Fara inn í líkamsræktastöð til að hafa gaman, félagslegt, losa hugann, hreinsa hugann. Skilji hvað það fara? Númer 1, 2 og 3. Key habits. Eina raunin á þjónum fólks í átti næringarvitandi sem búið fyrir það. Ég bara segi það og skrifa. Hvenær hafið þið heyrt þennan boðskap áður? Ótrúlega. Ótrúlega. Ég ekki ennþá fann að segja við ykkur hvað þið eigið að borða. En eins og sjálfsagt allir hefðu haldið að ég var að gera núna, koma hérna og tala ekki allir sem vita hvað D-vitamin, prótein og trefjaríur. Þú veist, og hvað? Hvað hafið þið heyrt umræðu þetta oft? Vitið þið hvað það fór mikið af þessu? Það er ekki hugmynd þar. Vitið þið hvað þið eigið að fá mikið af þessu? Hvaða máli skiptir þetta? Ef maður veit ekki eins og hvað maður á að fá mikið og hvað maður er að fá. Maður getur alveg sleppti að tala þetta. En hérna búum við til undirstöðu, þar sem að fólk alltaf orðið viðræða hægt og getur talað bara í einhverjum vísindum sko. Key habits, við erum að nota besta hugbúnað sem að nota en það sáum við það fyrirtæki sem stendur á baki að vinna með sennilega þeim sem gera hvað mesta kröfur til svona hugbúnað að gera, þannig að þið getur bókað það hugbúnaðurinn frábær og það er auðvitað að tengja alls konar þjónustu inn í þetta. Þetta er keypt á miklum heilindum af því að við ætlum að losa okkur við kúnana okkar. Þannig er businessplanið. Fólk mun fara frá okkur
og láta aðra vita og segja þetta er námskeið sem allir verða að taka. Þetta er bara eins og að bursta tennurnar í börnunum sínum. Það er bara að bursta tennurnar, það er sjálfsagt. En þetta er ekki sjálfsagt. Býtu, er þið ekki að grínast? Áður en farið á fjármálalæsisnámskeið þá farið á heilsulæsisnámskeið. Vegna þess að það er ekki gaman að vera sko ríkasti maðurinn hérna á líknardeildinni á Landspítalanum sko. Það er ekkert stuð og það er ekkert við peningin að gera þá. Þannig að maður þarf að hugsa hvað er það sem skiptir mestu máli. Það er ódýrt að halda áfram. Vitið þið hvað þetta námskeið kostar? Securitas fær hérna afsláttarkóða, þá kostar þetta námskeið 25.000 krónur. Þeir eru með þjálfara á hvern einasta dag, þegar þið komið út úr þessu námskeið, þurfið ekki á þess að halda aftur, ef þið viljið halda áfram, kostar þetta 1.000 kall á dag. Þetta er einhver 11.000 krónur á ári. 1.000 kall á mánuði, Brynjar? 1.000 kall á mánuði, hvað segir 1.000 kall á ári? Þú sagði 1.000 kall á dag? Já, ég ætlaði bara að fá þig til þess að taka námskeið. Já, einfalt. Ekki satt? Hver er kóðinn? Ég ætla að tala við Kitta Óskars. Þú talaði mig, Kitta á fund. Hæ? Þú talaði mig, Kitta á fund. Já, það sem ég ætla að gera er að ég ætla að senda ykkur hérna, ég ætla að senda e-mail á starfsmennina með afsláttarkóða og það eina sem maður þarf að gera er að fara inn á keyhabits.is og skrá sig og þá getið þið opnað kerfið alveg um þig og ef þið skráið ykkur, þið getið látið hérna fjölskyldumeðlinni og fólk í kringum ykkur hafa þetta er einhver 10% afsláttur. Þetta er mjög ódýrt, við höfum ekkert rosalega svigrúm fyrir afslátt, þetta er mjög ódýrt þegar þið farið í gegnum námskeið þá áttið ykkur ákveðið rosalega þjónusta þetta í raun og veru og við í raun og veru svona okkar peningur er þegar að fólk kaupir námskeið, þannig að okkar markmið er það að fólk endurnýi og noti þetta þá er þið í raun og veru að borga úr 11.000 krónur á ári og við erum ekki að gera neitt, skiljið hvað er að fara. Þannig að við ætlum að certifya, þetta er svona certification fyrir fólk til þess að nota þetta. Þannig að þið getið farið og skráð ykkur núna, þið getið farið á keyhabits og skoða forritið, en ef þið skráð ykkur þá mun þjálfari hringi í ykkur og síðan getum við sendt út þennan afsláttarkóða. Og líka ef þið hringið í ykkur þá getið þið líka bara beðið þennan afsláttarkóða og þið getið byrjað þetta. En bara ég ætla að biðja ykkur að hugsa fólki í kringum ykkur og láta það vita. Og ef þið viljið fá einhvers konar testimonial frá okkur, þá erum við fullt af fólki sem hefur lækað þetta á síðunni og hefur skrifað þetta og það er viðtal á síðun okkar, á heimasíðun okkar, þar sem þið getið séð fólk tala þetta og þetta er bara venjulegt fólk. Fólk er ekki borgað fyrir eitt eða neitt af það. Og við erum á Íslandi, það er enginn að fara að feika þetta. En hérna bara takk fyrir áheyrnina, ég hefði viljað sjá fleiri. Við þurfum að miklu meira fólki sem þarf að vita þetta. Takk fyrir mig.